Ég skal segja þér litla sögu. Þessi saga Þór Loka og Þjálfa. Fyrir staddi fyrir framan höllina hans útgarðsloka. Þegar þeir mæta fyrir framan útgarðsloka þá brosir hann hlýlislega og segir: Þeir eru litli ómerkilegir miðað við hérna. Hér inni nær engin skarða nema þau kunni eitthvað sérstætt. Ef þið vilja vera gestir mínu verðið þið að sanna ykkur í þrautum. Þannig byrja prófið. Prófið ásana. Það mun sýna bæði styrk og takmörk ásana. Sagan fer svona. Fyrstur upp er Loki. Hann skorar einn jafnan og segir: Ég er svolítið góður að borða. Þú ert svolítið feitur. Og ég held ég mun geta borðað meira en þú. Við sjáum hvernig það fer. Nei! Það lítur ekki vel út. Það lítur út fyrir að Loki hafi tapað. Hann skildi eftir beinið, en Logi hann át allt. Þá kom hann að Þjálfa. Hann skorar einn jötuninn í svona kapphlaup. Við sjáum hvernig þetta fer. Nei! Næstum því. Bara sáu hvað það reynir, hann er bara það. Það var alltaf undan. Svona lægt. Þetta voru 3 tilraunir. Hann tapaði öll skiptin. Hann bara næri honum ekki. Já, það komið honum mikla Þór. Þór segir við útgarðsloka: Ég er mikill drykkjumaður. Ég get drukkið meira en þú. Þetta er ekkert smá hot, maður. Það er bara... Þetta er bara botnlaust hot. Ég meina, það sést varla á því. Jæja. Það segir Þór: Ég er nú frekar sterkur. Ég held ég get nú lyft þessum ketti hérna. Hann er bara að reyna með öllu sínum mætti. Hann er að reyna að ná einu loppu á gólfinu. Sís, maður. Heyrðu. Hann var bara komið með nóg af þessu. Hann Þór. Hann fór bara að glíma við gamla konu. Það var verið svakalegt. Hann bara þrýsti niður með öllu sinni krafti. Hann varla haggaðist. Og Þór hann féll á eitt hné. En þeir strákarnir, þeir bara fóru heim og fyrir síðan komu hérna útgarðsloki og sagði þeim sannleikann að veitum nú voru í rauninu bara blekkingar. Loki í rauninu keppti við eld. Þess vegna brann hann allt beinið og Þjálfi í rauninu bara keppti þessi sjálfa. Þór var að drekka úr hafinu og lyfti byggkvarsanum og glímdi við ellina. Þeir höfðu bara í rauninu ekki sín